Glódís, 2-0 tap gegn Þjóðverjum hér á Laugardalsvelli. Leikur sem við áttum alveg séns í þegar við skoðum að heilt yfir, en það var það ekki í dag, því miður. Nei, það var ekki þannig í dag. Við fáum góða framistöðu í 90 mínútur og aftur þetta þessar litlu hlutir sem er að skipta sköpum í þessum leikjum og við þurfum að láta þetta falla með okkur, en samt sem áður ég gríðarlega stolt af hvernig við nálgumst þennan leik og hvernig við spilum þennan leik. Við svörum fyrir okkur og ég vissum að þeim fannst þetta hundleiðilegt og það var svona svolítið það sem við lögðum upp með og samskapi þá erum við að skapa okkur færi og við hefum getað jafnað leikinn og þá þetta orðið allt annað bíó. Er það ekki með svolítið málið? Liðin sem að koma hingað í lok október á að finnast það hundleiðilegt að koma ykkur að mæta okkur í íslenskum haustkulda gegn baráttuglöðu íslensku liði. Er þetta ekki svolítið uppskriftin? Þetta er svolítið, jú, og kannski ekkert endilega bara kuldin, bara hvernig við svörum fyrir inn á vellinu. Við erum að negla niður og ef það farið fram hjá einni þá næsta mætt og það er liðið sem við viljum vera. Það er það sem við viljum að einkenna okkur og mér finnst að sýna það greiðlega vel í þessum glugga. Hvað sem að því liður þá er vel að merkja talsverð jákvæð breyting á, hugafæri leikmanna frá tapinu út í bokkum og þið voru ekkert klárar að leggja árar, þið voru ekkert að fara að leggja árar í bát og þið lentu undir þarna eftir svekkjandi vítaspyrnudóm. Nei, mér fannst við svara greiðlega vel fyrir þetta. Mér fannst við fara að sækja meira, mér fannst þær verða stressaðar, þannig að það er eiginlega svona það sem ég veit ekki ef við hefðum jafnað þá náttúrulega. Ég veit ekki hvað hefði gerst þá, það hefði orðið allt annað leikur og þetta þegar við erum að reyna að sækja fullt af mönnum og við viljum fá þetta mark þá náttúrulega getur alltaf gerst og ferð eitt annað í andliti og því miður var það sem gerist í dag. Eitt þó sem að mér fannst ekkert sérstaklega jákvætt sem var mætingin og leikinn, stórlið Þjóðverja að mæta hrekkjavaka og fínasta veður þó kalt sé en áhorfendur hreinlega skiluðu sér ekki á völlinn. Var það leiðilegt fyrir ykkur að horfa á það? Ég get alveg viðurkennt það, mér fannst ekkert rosalega gaman að labba út á Laugardalsvöll og það voru fleiri Þjóðverjar mættir heldur en Íslendingar. Bara í algjörðu hreinskilni þá fannst mér það svolítið sárt en það er bara undir okkur komið að halda áfram að bæta okkur á vellinum og ég vissum að þjóðin kemur þegar að hún átti að segja að það er gaman að horfa og fólk vill vera með. Þetta mánuður í næsta glugga, andstæðingarnir það er Danmörk og Wales. Gerum við ekki kröfu á allavega 3 stig út úr þeim glugga? Jú, við erum náttúrulega að fara í ákveðin bara úrslita leikamóti Wales, það er alveg hægt að horfa á þannig. Við þurfum að fá allavega stig út úr honum til að tryggja okkur að við fellum ekki beint niður í B-deild. Þannig að það er gríðarlega mikilvæg gluggi fyrir okkur en mér finnst það hafa byrjað að byggja eitthvað rosalega gott í þessum glugga og ég vona að við förum inn í næsta glugga með sama hugafar og við höfum haft í þessum. Glódís, takk fyrir og gangi vel.